Núna ætlum við að segja ykkur frá hann eina sanna Brunelleschi. Brynja, taktu við. Brunelleschi var málari sem endur uppgötvaði fjarvitina. Hann var líka arkitekt sem hannaði flórensku kapelluna, sem bygging sem á ekki geta staðið enn. Arkitekt nú til dags ennþá í áfalli hvernig byggingin ekki búin að hrynja niður og búin að drepa alla inni. En nú ætlum við að segja ykkur meira frá. Hérna Brunelleschi að keppa við Lorenzo Ghiberti fyrir páfann. Sá sem vinnur þessa keppni þarf síðan að smíða hurðina sjálfur. Það eins gott að Brunelleschi vann ekki því þá hefði hann verið fastur í það bil 20 ár við að búa til bronshurð. Eftir keppnina var Brunelleschi á barnum í Flórens með Donatello þegar hann finnur upp á fjarvídd. Þetta átti eftir að vera grunnvöllur alla endurreisnarmálin síðar. Hann málaði síðan alvöru málverk sem sýndi þessa fjarvídd í notkun og fólk var mjög hissa. Næsta og stærsta verk hans var þak á nýju dómskirkjuna í Flórens. Hann kom með hugmynd svo fáránlega að hinir arkitektarnir trúðu honum ekki og vildu vita hvernig hann myndi gera þetta. Þá kom hann með egg og sagði: sá sem getur látið eggið standa upprétt á borðinu fær að byggja hvelfinguna. Allir reyndu en engum tókst. Þá tók Brunelleschi eggið, bankaði létt á endann þannig að það flattist aðeins og lét það standa. Þeir sögðu þá: við höfum líka getað gert þetta ef við höfum vitað að það mætti, en Brunelleschi sagði bara: Þú fattar þetta ekki fyrr en það var sýnt. Hann byrjaði að smíða þakið og var að því í 16 ár. Þetta var risastórt afrek á sínum tíma og talið vera eitt merkilegasta verk í heiminum.